Það held ég öruggur sigur á móti heitum Haugum, þannig að segja, menn að nýliðarnir koma og getur að vera ánægð með þetta sérstaklega eftir tapið á móti Blikum í dag. Ég var rosalega ánægð með hvernig menn kom inn í leikinn og fyrstu svona 13-14 mínútur voru bara outstanding. Rosalega virkir hérna varnarlega, sóknarlega vorum við að láta boltann ganga og fengum bara galopískot, trekk í trekk og vorum að setja það niður. En svo fannst mér svona eins og púðrið væri aðeins búið þarna svona 5 mínútur, 6 mínútur voru eftir að byrja á leik. Þeir náðu sér niður 9 stig eða eitthvað. Og svona full værigerður fórum á hælan einhvern veginn en við svona spýttum aftur í og gerðum vel í seinni hálfleik með að klára það. Þeir eru að spila með miklu meira hraða núna heldur en eins og í síðustu leikjum. Var það eitthvað sem þeir lögðu upp með að hlaupa með það? Við ætlum alltaf að hlaupa eins og við ætlum alltaf að ráðast aðeins á andstæðinginn en stundum það bara þannig að einhverju þróast einhvern veginn og við erum kannski ekki alveg nógu aggressífir eða hvernig það er en við viljum auðvitað reyna að ná auðvitað stigum úr hraðaflumum eða láta pressa á vörðina strax en öðru leyti exekjúta að við náum ekki. Gífurlega jafnt Keflavíkurlið sem tókum fram í þessum leik sem öðrum og kannski erfitt að taka út frammistöður einhverja einstaklega leikmanna en Ólafur Ingi Styrmisson mætir inn í þennan leik virkilega tilbúinn. Er eitthvað sem þú segja hann svona umkomið í þetta lið? Hann bara var eiginlega mjög slakur á móti Breiðablik og hefur greinilega tekið það svolítið til sín og svo sannarlega sýndi hvað hann getur svona fyrstu eins og ég sagði áðan þar sem við vorum að spila vel 13-14 mínútur og gerði bara frábærlega. Það er sókn og vörn og ég var bara virkilega impressed með það. Þú fáið nokkur vikna hlé, hvað gerir liðið svo Keflavík í þessu fríi? Það er einhver óvissuferð á morgun og við njótum helgarinnar og svo ætlum við að taka á því í næstu viku og vonandi fáum við Jak og Hörð sem fyrst inn og vonandi verður þeir bara klárir í næsta leik. Svona til að vera alveg Hörður það var rauðbein eða ekki? Það voru 36 vikur. Jú. Hvað var það í eitthvað? Hann fékk eitthvað að högga á kálfann í leiknum á móti Grindavík. Og það hefur bara versnað. Ég veit ekki alveg hvað er málið. Hann var allt í lagi eftir leikinn, var svona sæmilegur daginn eftir en svo einhvern veginn versnar allt og hann er allur marinn og bólginn og það kemur bara í ljós hvernig það getur verið með. Eitt deildartap komið núna fyrir þessi tveggja vikna pásu sem er núna í nóvember. Ertu sáttur með frammistöðuna? Já, fyrir utan þrotið í Smáranum þá erum við bara mjög sáttir. Bestu þakkir. Takk.